Sunna Ævarsdóttir og ég býð mig fram fyrir Pírata í Suðvesturkjördæmi. Já, takk fyrir. Við erum með forðurnar hvað þið viljið gera fyrir okkur. Já. Og við erum með 5 spurningar. Þau ekki bara skella okkur við það? Jú, drífum okkur í það. Það búin að lofa okkur því að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Það átti að lögfesta samninginn árið 2019. Hvert lengi þurfum við að bíða í viðbót og af hverju mannefni fatlaðra alltaf sett á bið? Það góð spurning. Ég vil alls ekki að þið þurfum að bíða lengur og samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks með mjög mikið hjartarsmál. Ég vann fyrir Geðhjálp áður en að ég fór á þing og ég setti upp VF fyrir þau sem að snýra mjög mikið að réttindunum sem við höfum samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og hann heitir réttindagátt.is. Ég mæli alveg með því að kíkja það út af því að þar fer ég yfir mikið af þessum réttindum sem við höfum samkvæmt þessum samningi á auðskiljanlegu máli. Það hins vegar þannig og það bara því miður þannig að réttindi fatlaðs fólks hafa verið bara sett í aftursætið og fólki sett að bíða. Og mér finnst það ólíðandi. Það ennþá þannig í lögunum okkar að það megi taka af þér frelsi fyrir það að vera með geðsjúkdóm, fyrir það að vera með einhvers konar fötlun og það algjörlega bara ekki leið. Ja. Mun þinn flokkur beita sér fyrir því að stofna mannréttindastofnun því okkur hefur verið sagt að ekki sé hægt að löggilda samning Sameinuðu þjóðanna fyrir en það búið að stofna mannréttindastofnun. Mér finnst mjög mikilvægt að vera sett að fót sjálfstæð mannréttindastofnun á Íslandi. Við höfum séð það að það vantar aðhald gagnvart stjórnvöldum hvernig þeir eru að ganga fram mannréttindi fólks, hvernig þau halda utan mannréttindi fólks. Þannig að já, við viljum setja á fót sjálfstæða mannréttindastofnun. En lögfestingin felur náttúrulega miklu meira í sig heldur en bara það. Hún felur í sig þetta að við setjum í lög réttindi fatlaðs fólks til jafns til þess að taka þátt í samfélaginu. Og það ýmislegt sem þarf að gera því og það gengur ekki lengur að setja það í aftursæti. Ja. Hvernig ætlar flokkurinn þinn að reyna að auka möguleika og búa til tækifæri við fatlaða til að vinna almenna vinnumarkaði? Það sem við viljum gera að draga úr skerðingum og skilyrðum fyrir til dæmis örorkubótum en líka eins og atvinnuleysisbótum og öllum þessum bótakerfum hjá hinu opinbera. Og við ætlum að færa það í áttina því sem við kallum skilyrðislausa grunnframfærslu. Sem þýðir bara að við trúum því í hjarta okkar að það allir rétt á að öllum þeirra grunnþörfum sem mætt. Að fólk hafi þak yfir höfuðið, fólk geti keypt sér mat, fólk geti farið í bíó af og til og svona bara lifa frekar góðu lífi án þess að því fylgi einhverjar svakalegar kvaðir. Og það með heildarendurskoðun á þessum kerfi myndi gera fólki kleift að taka þátt í vinnumarkaðinum eins og henta þeim. Eða að skapa sín eigin tækifæri, búa til sín eigin fyrirtæki eða stofna sín eigin samtök eða hvað sem það að þú þarft ekki lengur að hafa áhyggjur af því að hafa í þig og á og að bæturnar þínar eða tekjurnar þínar verði skertar bara út af því að þú ert með smá frumkvæði og hefur einhvern áhuga á að gera eitthvað skemmtilegt. Þá held ég að það muni stórefla þátttöku fatlaðs fólks á vinnumarkaði. Okay. Hvernig myndu þið vilja bæta aðgengimál í samfélaginu? Aðgengismál eru rosalega margþætt og þau snúa ekki bara að því að setja rampa fyrir utan skemmtistæði eins og Reykjavíkurborg hefur verið rosalega dugleg að gera eða kaffihús eða hvað sem það á Laugaveginum. Heldur líka aðgengi fatlaðs fólks að réttlæti til dæmis sem mér rosalega mikið hjartansmál. Það þannig núna að ef þú ert talin hafa eitthvað svona skerta getu til þess að taka ákvarðanir þá getur dómstóll bara að tekið að því réttin til að taka ákvarðanir og skipa í lögráðamann. Og þá sú manneskja, hún fær bara að taka ákvarðanir fyrir þig. Þetta brýtur á samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks vegna þess að það bara bannað að taka réttin af fólki til að taka ákvarðanir, meira segja þótt að sumum finnist að þú hafi kannski skerta getu til að taka ákvarðanir. Þannig að mitt helsta hjartansmál í að bæta aðgengi fatlaðs fólks á samfélaginu að passa að fólk fái stuðning við ákvarðanatöku í staðinn fyrir að eitthvað sé að taka ákvarðanir fyrir þau. Þetta eitt af stóru málunum.
Annað til dæmis í réttarkerfinu, ef að fatlað fólk verður fyrir ofbeldi, að þá fær það ekki jafn mikil stuðning og það þarf til þess að til dæmis bera vitni, það fær ekki jafn mikil sérfræðastoð og það þarf til þess að koma sínum skilaboðum á framfæri og líka til þess að miðla til dómstólana að kannski þeirra tjáning aðeins öðruvísi heldur en við erum vön og það ber að lesa hérna svona eða hinsegin eitthvað þannig. Og þessa hluti þarf að laga til þess að fatlað fólk geti tekið þátt í samfélaginu til jafns við aðra. Ásamt því við þurfum bara að sjá fleira fatlað fólk í áhrifastöðum og við þurfum að lyfta þeim upp til þess að taka betur þátt í samfélaginu. Já. Hvernig ætlar flokkurinn þinn að auka við fjölbreytni í nám og fyrir fatlaða? Flokkurinn minn vill auka fjölbreytni í námi fyrir alla og við erum alls ekki að undanskilja fatlað fólki því. Okkur finnst rosalega mikilvægt að skólarnir okkar bjóði upp á alls konar námsmöguleika, að þeir fókusi minna á þetta sem hefur verið kallað svona páfagaukalærdóm, að læra bara hlutina utan á og geta þulað þá upp og farið í próf og munað allt. Það bara henta ekki öllum. Í staðinn viljum við fara meira yfir í símat, þannig að fólk geti gert verkefni með sinni þekkingu og svo framvegis og að menntakerfið sé miklu einstaklingsmiðara heldur en það er núna, þannig að það þurfi ekki allir að passa inn í þennan ramma í menntakerfinu til þess að komast áfram, af því okkur langar að reyna bara að brjóta upp þessa ramma og leyfa öllum að vera með á sínum forsendum og sína getu á þann hátt sem hentar þeim best. Og ég held að þannig geti fatlað fólk líka náð miklu betri árangri í menntakerfinu.